Já, komið í sæl og blessi og verið velkomin í beina útsendingu frá Íslandsmeistaramóti í hermikapastri 2026. Ég heiti Aron, ég ætla að vera með ykkur í kvöld, ég ætla að lýsa því sem er að gerast og reyna að sýna ykkur rétta myndavél og vera með allt alveg á hreinu. Svo erum við með overlay hérna og allskyns flotta hluti til þess að hafa gaman að hérna í kvöld. Það er nú aftur komin haugur að keppendum minna, 13 manns mættir af 15 skráðum í mótið. Og stefnir allt bara í sturlaða keppni. Þetta er flókin braut, erfið braut, erfið að taka fram úr þetta, þannig að ég býst ykkur fáránlega góðum kappastur hérna bara eftir smástund, sko. Það er ekkert annað sem ég býst við, sko. Síðasta keppni var alveg stórkostleg, hún var mjög góð, hún var spennandi alveg frá byrjun til enda. Það var hann Patrik Magnússon sem leiddi bara alla keppnina og stakk bara af. Hann og Gunnar Karl börðust á dagins í byrjun liðsfélagarnir sjálfur en svo bara stakk hann af og lét sig hverfa hann í endan. En já, þá var hann Gunnar Karl sem var hann fyrir aftan. Hann lendi í þetta smá incidenti sem við ætlum að fara aðeins betur í því eftir. Hann lendi í smá atviki og ég var alveg sammála, bara 100% á því að Gunnar Karl hefði nú gert eitthvað af sér þarna og það þyrfti nú að skoða þetta atviki eitthvað. Dómararnir skoðuðu atvikið og sáu þetta allt frá mörgum sjónarhornum og það er aðeins öðruvísi. En það má alltaf gera betur í öllu saman, þannig að skoðum það á eftir. Við ætlum að sjá núna stig keppenda. Það er hann Gunnar Karl sem að rústaði keppni þarna. Nei, hann ég var svo vanur að segja þetta. Patrikur sem að rústaði keppninni. Og fekk hann 35 stig fyrir það. Svo fekk hann 1 aukastig fyrir að koma sér í gegnum keppnina með sem lægst atvikastig. Atvikastig er til dæmis bara að þið fara aðeins út af, þá geta þau fengið svona atvikastig. 1 atvikastig fyrir að fara út af, það eru 2 atvikastig fyrir að klessa á eitthvað smá og svo 3 og 4 og atvikastig því þú ert farin að vera klessa á aðra bíla þokkalega harkalega, sko. Þannig að þið getur raðið inn og ef þið fá 15 atvikastig þá þurfa þið að taka eitt svona akstur í gegnum pit eða viðgerðarsvæðið. Og ef þið fá sér aftur 7 í viðbót við það, þá þurfa þið að fara aftur í gegnum pit og svo bara aftur, svo gerist þetta bara aftur og aftur. Út af keppnin er búinn, ef þið ætla en það nú fáir að fá svona mikið að atvikastigum minna hjá okkur sem betur fer. Og það er sem Patrik Magnússon og Viktor Þórðarsson sem að hlutu aukastig fyrir þetta, voru báðir með 3 atvikastig eftir allan hennan akstur, með bara vel gert hjá þeim. Þannig að það er Viktor Þórðarsson sem situr jafn honum Arnari Kristjánsson á stigum allana. En í öðru sæti hins vegar, fyrir aftan hann Patrik og liðsfélag hans, það er Gunnar Karl Vignisson, það er Aðalbón Racing Team sem situr í fyrsta og öðru sæti. Svo er það Aðalbón Waffes R sem situr í þriðja sæti, það er Sigurgeir Lúðvíksson. Fantagóður ökumaður og Fenrir Ponsi sem er að verða einn af bestu ökumönnum á Íslandi. Hann byrjaði hjá okkur fyrir svona 1,5 ári síðan 2 og hann er búinn að, já, hann er að verða bestu. Hann er eiginlega underdoginn minn í þessari keppni. Ég er að vona hann taki einhvern óvæntan sigur hérna í mótinu öllu. Það væri uppáhaldið mitt, sko. Ég er svona underdog gæi, sko. Svo er Alexander Hauksson, Þórður Jóns í 7. sæti, Hákon Jökulsson lendi hérna í klessunni. Við ætlum að ræða hérna betur eitt smá. Þórður Jóns og Gunnar Karl lendi þar. Svo er Gunnleifur Ásgeirsson, Arnar Kristjánsson og Viktor Þórðarsson. Og hér stigin hjá restina af mönnunum sem að kepptu. Það eru 15 keppar sem tóku þátt síðast. Það eru 13 af þeim núna mættu til leiks. Og einhverja bíla hérna í bakgrunnin hjá okkur. Keppendur eru komnir út á braut. Tímatakinn er byrjuð. Nei, hún er ekkert byrjuð. Hún er að klára, það var að byrja núna. Þetta er bara æfingin að klárast inn í bakendanum. Keppendafundurinn er búinn og keppendur komnir út. Það hefst nú, en það sem ég ætla að sýna ykkur er þetta myndband hérna frá síðustu keppni. Þetta er þegar Gunnar Karl og Gunnar Karl, Þórhallur Ingi, Hákon og Aron Breki lenda saman og það er Þórhallur sem er á rauða bílnum, Gunnar Karl sem að fer hérna inn í hliðina á honum. Það sem að við áttum okkur ekki á, eða ég áttum mig ekki á þegar ég er að horfa á útsendinguna hérna síðast, er að það hægist alveg svakalega mikið á Þórhalli. Þórhallur er þarna með slowdown frá því að hafa farið út af hann undan, þannig að iRacing leikurinn er að segja honum að hægja á sér, annars muni hann fá tímarefsingu sem hann á gerir á óheppilegum tíma kannski og öllum líkindum óviljandi. Hann er bara að koma þetta út
Sjáum smá leiðréttingu hjá honum líka í stýrinu. Það verður árekstur út úr þessu. Það er enginn dæmdur sekur í þessu máli. Ekki neitt. Þetta er bara svona svokallar racing incident. Það er ekkert annað fyrir Gunnar Karl að gera heldur en að stinga sér inn. Gunnar Karl er bara að nálgast hann örlítið og svo hægist skyndilega á bílnum og sama tíma hann opnar gat. Það er ekkert annað fyrir Gunnar Karl að gera en að stinga sér inn og svo er restin af bílnum sem að keyra aftan á Þórhall. Þetta er bara ömurlegt incident og enginn dómur felldur í þessu máli. En við erum núna með svona kerfi, vonandi, segi ég, uppfærslu allavega á kerfi nú hjá okkur. Við ættum að sjá, nei, vantar nöfn á keppendum. Þá er ég búinn að kúpla mig út. Ég ætla bara að leysa þetta vandamál, vonandi.
Ég náði að laga þetta. Þetta var ekkert svo stressandi, eiginlega ekki neitt stressandi. Ég oft verð bara ekkert stressaður yfir einu eða neinu sko. Það eiginlega mest megnis svoleiðis, kæra fólk. Ég var næstu því búinn að panika. Næstu því. Herri, jæja, þá erum við hætt í þessu bulli. Hérna fáum við upp track map. Það var engin dómur í málinu hérna síðustu keppni, þannig að það sem við ætlum að gera núna til þess að fá vita allt svona er að við erum, já, ég segi, við erum vonandi búin að tengja saman dómarana sem eru staðsettir í GT-akademíunni og svo annars vegar mig sem hérna með stúdíóið heima á mér og ætti núna að fá upplýsingar það hvað þau eru að gera. Þannig að það ætti að koma, ef til dæmis ef það er einhver sem er undir skoðun, þá ætti að koma svona lítið Akis logo við nafnið þeirra hérna í tímatöflunni. Þetta geta sagt okkur eitthvað, svo ég geta opnað eitthvað svona atvikaskrá, kannski. Ég geta alltaf opnað hana, svo fyrir eftir í hvað verður í ná eftir. Sjáum til með það. Herru, við vorum búin að fara yfir hvað átti ég að við vorum búin að skoða gamla atvikið, það var ekkert dæmt í því atvikið sem öllum fannst að vera dæmt í mér líka, kæra fólk, við höfum þetta hafa það alveg hreinu. Ég var 100% á því að þetta væri einhver dómur á Gunnar Karl, en svo er bara enga mig. Ef maður situr inn í bílnum hjá honum og horfir að replay þar, þá bara, hvað á maður annað að gera þegar bíll fyrir fram, mann bremsar og opnar pláss, það bara, þú rennur inn í plássið, það er ekkert annað hægt að gera, sko. En það eru þeir búin að tala saman og ég veit að þeir eru mjög góður sín á milli, sko, þannig að góð þar. Þannig að núna skulum við fara og skiptum ykkur myndal, hætta bara að fylgjast með þessum hérna Gunnlaugi okkar sem er rallymeistari. Ég ætla að segja enn og aftur. Og ég stilt á most exciting. Herru, Gunnlaugur Ásgrímsson er í fyrsta sæti hérna í tímatökunum með 6 mínútur eftir. Mín kæru. Það er það sem var að gerast. Ég áttaði mig ekki einu sinni á því að auðvitað er þetta the most exciting thing sem getur verið að gerast í þessari braut. Rallygulli er í P1. Patrik Magnússon og Gunnar Karlsson rétt eftir hann og þetta munar engu, svo 0,005. Gulli að bæta sig, kominn elst á hraðar, Gunnlaugur Ásgrímsson, rallymeistarins Jálfur. Hann var að dominate okkur í rallykeppninu daginn, við vorum með rallymót hérna á sunnudaginn þar síðast eða eitthvað. Hann rústaði okkur þar. Þetta var síðasta sunnudag. Hann rústaði okkur þar. Og rústar hann okkur hérna líka. Þvílíkur meistari. Og tjattin, það er það sem ég er að missa. Þarna fór Gunnlaugur út af Patrik Magnússon sem sigraði í síðustu keppni. Ég held sko mest með Gunnlaugi, ég verð að viðurkenna það. Ég er náttúrulega bara, ég er sko ekki í dómara neinu eða neitt sko. Ég er bara sé að koma þessi í gang. Og svo eru dómarar og keppnistjórar sem sjáum alltaf, þannig að ég má hafa eins mikið af skoðunum og ég vill. Skulum hafa það alveg á hreinu. Hér er tjatti góða komið, ok, þannig erum við að tala saman sko. Alveg að ég alveg að týndur. Svona. Og skrifa hæ. Jæja. Patrekur í öðru sæti, Gunnar Karl í 3. Aron Breki situr hérna í 4. sætinu með Þórhall Jóns. Í 5. sætinu Fenri rétt á eftir. 6. sætinu liðsfélagarnir Sigurgeir og Hákon í 7. og 8. sæti. Alexander í 9. Þetta er gullfallegur listi. Það vantar þetta liðsfélag hans Bjarnajarls. Og svo vantar liðsfélagi hjá okkur hérna. Þeir eru báðir hérna.
hægt að chatta í dag? Herri, Aron Breki, kóngurinn sjálfur, sjáu þið drenginn, kominn í annað sætið. Virkilega vel gert. Bæta tíma sinn samkvæmt tímtölunni minni. Sigurgeir Lúðvíksson líka verið stöðurinn á góðum tíma. Og hvað hann gerir þegar hann kemur til núna. Sigurgeirinn er að stinga sér upp í 7. sætið. Spenna í þessari tímatöku, þetta eru liðsfélagar að vinna saman. Allavega Fenrir er að reyna að græða eitthvað á þessu. Aðalbón meistararnir komin í 3. og 4. sæti. Gunnlaugur rallymeistarinn. Ég held að ég get ekki verið með tjattina. Ég þarf að geta séð fallegu og skemmtilegu kommentin frá ykkur. Það er Gunnlaugur Rally Gulli sem situr enda í 1. sæti. Tímatakan er að klárast, kæra fólk. Það er bara einhver rallymeistari. Hann er sko búinn að sigra hverja og eina einustu keppni. Hérna er eitthvað komið. JK, þvílíkur hasar. Okkur bara hann. Okkur fæ ég ekki til hann frá Twitch. Nei, frá YouTube. Áhugavert. Alexander í 9. Arnar Kristinsson í 10. Venni Rafnas í 11. sæti. Jú, ok, ég er að fá Twitch hérna inn. Beat Saga sagði eitthvað að ég fekk það ekki inn, okkur færði það ekki inn hér, en ég sé það þarna. Ég skil, þetta, ég er mjög ringlegur einhvern veginn. Ja, tímatakan er allavega að klárast, nú er þetta bara svona run-off tími þar sem ég fór bara að klára hringinn sem þið er á eða neitt. Ég fór að klára hringinn sem þið er á. Þetta. Og hérna niðri hjá keppendaspjaldinu, ég veit ekki alveg hvað kallir þetta driver tag á ensku. Keppendaupplýsingarnar, bílstjóraupplýsingar hérna neðst niðri þar sem þið sjáið nafnið á keppendunum og svo sjáið þið besti hringurinn og svona einhver tími að tikka þarna fyrir neðan. Þetta er munurinn á núverandi tíma og tímanum sem að þið sjáið þarna fyrir neðan sem er besti hringurinn þeirra. Tíminn að verstaði hjá honum, já við þurftum bara að snúa þessu mínus við. Það er bara plus núna.
Það stendur plúsana, þá er einhver að mók græða tíma. Þá er tímatakan að klárast og það er bara svolít. Þetta er bara að fara að standa. Er engin úti það? Nei, það er bara engin úti. Það er bara allir slagir. Keppnin má bara hefjast. Gunnlaugur Ásgrímsson er að fara að taka fyrsta sætið, rallymeistarinn sjálfur. Ég sagði það áðan, ég hélt með Fenrir, en ef að rallymeistarinn nær að sigra þessa keppni, þá væri það bara besta keppnin. Algjörlega. Ég held með þér, Gulli. Já, Viktor, við erum báðir, við erum tím Gulli núna. Það er það sem er að gerast. Og lýsandinn. Lýsendur eiga nú að vera hlutlausir, en þú verður það bara að vera lýsendur sjálf ef þið ætlaði að vera hlutlaus. Ég er ekkert í því. Já, löglega ertu tím Bjarni, já. Verður að vera það. JK, tím Bjarni. Það gerast, það er allir sáttir. Herðu, þá gerist það. Það er rásröð. Nei. Ég kann ekki mína eigin uppsetning á þetta, sko. Gunnlaugur Ásgrímsson sem tekur fyrsta sæti hérna eftir tímatökunni hjá okkur. Þetta var geggjuð tímataka, ég var ekki alveg að ná að fylgjast nógu vel með. Svona fyrta í öðru hérna, chati er komið inn. Ég sé ekkert frá YouTube. Takk fyrir það ég er svona. Ég sé hérna frá, jú. Kannski bara enginn bara segja neitt á YouTube og ég er bara rugglast. Allavega er það Gunnlaugur Ásgrímsson sem tekur fyrsta sætið og Aron Breki í öðru sæti, 13 ára á móti eldgömlum gæja þarna. Þetta er reyndar AI generated, hann er kannski helmingurinn af þessum aldrei í alvörunni, sko. Gunnlaugur þarf að segja. Í þriðja sæti er það Patrekur Magnússon sem vann síðustu keppni með yfirburðum, en rétt bara á eftir. Þetta eru 100 millisekundur, þetta er ekki neitt og svo við í fjórða sæti er liðsfélagans Gunnar Karl Vignisson. Það er að keppa fyrir Aðalbón Racing. Þórður Jóns situr hérna í 5. sæti, keppir fyrir Rúpes frá Aðalbón Officer. Þetta er í rauninni allt saman Aðalbón og Rúpes, það er bara Aðalbón Officer. Þetta er að topparnir hérna. Birgir Lúðvíksson hérna í 7. sæti. Fenrir Ponsi tekur 7. sæti fyrirgefið og þar á eftir honum er Hákon Jökulsson í Officer. 8. sæti, Black Eyes Racing hjá Fenrir og Aroni Breka. Alexander Hauksson var ekki nefnir liði, svo við setjum hann bara í Gitsakademi lið ásamt honum Venna. Þeir eru þannig að tveir saman. Veit ekki hvernig Alexander fór að þetta grænt underglow á sinn formúlubíl, en ég er að fíla það. Alveg bótt. Bara Arnar Kristjánsson, hann er tilbúinn í rigningu, segir hann. Það er ekki rigning núna samt. Bara góðgurt Venni hérna í 11. sæti. Bjarni Jarl Sigurðsson í 12. sæti. Stefán Freyr Margrétarsson Rúpes er í 13. sæti. Jökull Einarsson í 14. sæti. Þó við smá. Brautin er ekkert svakalega heit, en hún er samt alls ekki köld, hún er 20 gráðum, lofthitinn er í svipuðu. Þetta ætti búin að vera frábærar aðstæður fyrir keppendurna okkar til þess að og ekkert sem ætti að bugga því í þessu. Það valdaði nokkrum liðindum með það, sko. Já, ég veit ekki hvernig hann fór að ekki setja underglow, en þetta glitch er frábært. Það væri rosalegt ef hann gæti verið með underglow í alvörunni líka, sko, bara að keyra. Það væri bakalegt. Þetta er bara uppbytun, þau eru bara út aðeins að leika sér og sjá aðeins svona hvernig dekkin eru og líta vel út. Hagstu íþróttasambandið peppaði í dag, sælveri! Og það er Trivial Blanket kominn inn líka, við skulum offa hann, alveg með þetta sammet. Dan. Þess það. Þess ekki. Sjá. Stöðin á keppendum minna. Fjórar, Patrekur Þórhallur og Bjarni Jarl.
flestir keppendur úti. Þetta skiptir engum máli það sem er að gera takk núna. Gap á þetta hérna, gerum þetta tilbúið fyrir keppni hérna hjá okkur. Það er núna bara eftir 40 sekúndur. Við komum bara aftur eftir smá stund og þá ræsum við þessa yndislegu keppni. Gunnlaugur Ásgrímsson hér fyrsta sætinu. Júki Lúðvíksson kominn út í braut. Fenrir líka mættur. Gunnlaugur fremstur. Þannig að keppendum að komast hérna vel fyrir. Aron Breki kominn inn. Gulflaggi komið upp. Við erum að ræsa langt í frá að vera 20.000 hestöfl en spennan er hins vegar að magnast og við erum farin á stað. Gunnlaugur heldur fyrsta sætinu sínu. Eins og staðan er fær Aron Breki upp í hliðina á sér og strax í diffuserinn er mættur Patrekur Magnússon og kominn upp í annað sætið. Gunnar Karl hérna, hvar fáum við ekki einhvers staðar blimp, svona gaur, jójó. Hörku bara þetta beint fyrir aftan líka. Gunnar Karl reynir að tróða sig fram með Aron Breki í leiðinni. Sjáum að Hákon þetta fyrir innan, reynir að stinga sér, næri ekki að stinga sér langt. Júkir þessi fallega runna og hérna sjáum við að fara inn í þetta chicane. Chicane er alveg svaðalega erfið partur af brautinni. Faraði inn í annað hérna eftir smá stund. Það er ennþá Gunnlaugur sem leiðir keppnina. Gunnlaugur er fremstur, brosir. Liðsfélagans hérna Arnar Kristjánsson í 11. sæti. Hér er Hákon að stinga sér fram úr. Þetta var Þórhallur að stinga sér fram úr. Hákon fyrirgefiði. Þetta niður í listan er eitthvað að gerast. Vernharður er kominn inn í pit. Þess vegna er hann kominn inn í pit, hef ég ekki hugmynd. Kannski er hann á tímatöku setupinu sínu, kannski glemd að skipta setup eða eitthvað, ég veit ekki hvað það er. Eitthvað er það sem veldur því. Við skulum skoða þetta niðurlistan. Aron Breki er í 3. sæti með Patrik Magnússon sem leiddi síðustu keppni og sigraði. Svo er Gunnar Karl hérna rétt beint fyrir aftan og sigra ýmsar mótaraðir hjá okkur. Það er ansi sterkur keppandi, sama hérna má segja, en bara top 6, top 8, top 10. Þetta er bara þannig, það er bara staðan. Það er bara augur á mjög sterkum keppendum hjá okkur.
Hér var Fenrir að hoppa upp sæti. Hákon fellur niður í 8. sætið. Hvað gerist? Hákon fær hér högg. Hákon fekk á sig hérna högg. Skulum spóla tilbaka. Hákon þá Aron Breki, það ekki rétt sem Nei, þetta Fenrir. Fenrir, þeir lenda saman í það. Baráttan toppsætin enda grjóthörð. Hún mun vera það alla þessa keppni, kæra fólkinu, eitthvað stórvægilegt komið fyrir. Aron Breki hér að setja hraðasta ring. Þetta nú bara til viðmiðunar, þeir fá engin auka stig fyrir þetta. Stefán Freyr í 10. sæti. Þetta bara erfiður staður, nú dómararnir uppteknir maður. Satt ekki það. Myndast stórt bíl hérna frá Þórhalli yfir í Fenrir. Eftir sem var að náða milli Fenrirs og Hákons. Og nú vona að overleiðið mitt myndi mella upp einhverjum upplýsingum hérna fyrir okkur. Í öðru sæti. Þarna var Alexander. Yngur sér upp, býtur niður að Arnar Kristjánsson sem var að falla niður listan. Hérna snýst hann út af. Það er að halda bílnum heilum þó. Spýtur út brautina þetta akkord inn í viðinni. Þetta áttur að flæka þetta aðeins fyrir gefatum. Bara ekki aftur að setja hraðasta ring. Það er ekki hægt sko að vera í fyrsta sætinu og setja hraðasta ring. Þannig að það mun alltaf vera einhver sem er í öðru eða þriðja eða fjórða eitthvað sem mun setja hraðasta ring. Því verður ekki gefin inn auka stig fyrir það í þessu tímabili. Það er bara... Þið fá þessar auka stig ef þið ná að halda sér frá atvikum og atvikastigum og þá skýtur í brautinni. Sækir á Júgeir klístrar sig aftan í hann Gunnar Karl. Sjáu þetta, ef þetta fara hratt í gegnum þessa beygju þá gerir það ekki tveir saman. Það þýðir ekki að megi ekki. Það er afskaplega hættuleg beygja til þess að reyna þetta. Júgeir hérna bæta tíma sinn þessum ring örlítið hraðari en virðist vera mjög jafn fyllt yfir.
þéttir. 5 hringir liðnir af 42 sem eknir verða hérna í kvöld. Hérna milli top 3. Þetta er líklegt sko, það er eitt sem þarf að koma hérna fram. Keppendur vita það allir að bensínið á bílnum þeirra mun sennilega ekki endast 42 hringi. Ef þeir keyra alveg svo brjálæðingar geta náð þessu 42 hringir ef þeir bara spara bensín eins og mögulegt er. Er Gunnlaugur Ásgrímsson að gera það? Þarf Gunnlaugur að fara í pit og sækja sér bensín á eftir eða bara dugar þetta til hjá honum að vera fremstur? Er hann að eyða mestu bensíni af því að hann er fremstur? Og á hann engan séns á því að ná þessum 42 hringjum á meðan hinn er eltan? Þetta er spurning. Þetta er spurning. Er allir keppendurnir búin að gera sig fyrir því að bensín endist ekki? Það hlýtur að vera allir að átta sig á því eða gert prófanir. Það er allavega það sem að ég myndi mæla með að þið gerið öll sem keppendur hérna í frá ef þið hafið ekki gert þetta skipti. Leið og það er búið að tilkynna hversu margir hringir í regnið. Það er náttúrulega bara stendurinn á vefsíðunni hjá okkur inn á gtchamp.is/Íslandsmót. Það myndið geta séð hversu margar hringir þurfa að geta ekið hverju sinni. Hér er Hákon Jökulsson líklegur til þess að gera árás hér. Sýnist mér. Að reyna að spara bensíni sitt líka. Reynir hann outside Hákon. Kemur sér á ytri, nær hann að halda þessu þar. Virðist vera hann alltaf að gera það og hér siglir hann fram úr. Arnar Kristjánsson inn að beint fyrir aftan að sjá hvort að hann sé eitthvað sem hann getur nýtt sér. Hann gerir líka atlegu hérna á Bjarna Jarl. Hann gerir sér líklegan. Jó, þetta er chicane. Það þarf að sleikja þetta hægra megin dekkjavegginn. Passa svo að það fari ekki of langt hérna út vinstra megin. Kemur þetta chicane, þetta er aðeins stærra chicane. Það er að halda þriðja gírnum víst í gegn. Þröngt þetta fyrst. Maður er svona hálf blindur þegar maður fyrir inn í þessa beygju og svo opnast hún og maður fyrir að sjá. Það er bara helst eins og það er hér. Smá hiti í mönnum. Patrekur er að gera sér líklegan hér. Hangir þetta á ytri á Gunnlaugi. Hér er svipa múf og Hákur var að gera áðan nema bara Gunnlaugur hangir fastur á sínu. En Patrekur farin að finna fyrir því að Aron Breki að reyna að koma sér fram úr. Erðu, og mistum af því. Arnar Kristjánsson stakk sér fram úr.
sko, ég verð að segja ykkur það, ég held að þessi braut yrði eitt mest spennandi kaos dæmi sem að gæti gerst í þessari deild. Ég held það. Það reyndar Long Beach eftir sko, þannig að sem alveg, ég ætla að halda þessu bara, nei, þetta er næst versta brautir sem hefði verið að keyra, en það er allir að vera þokkalega clean. Ég hef ekki enn sé neitt þennan dóm, ætlar ekki sko að poppa upp á skjánum hjá okkur. Heyrðu, Jökull Einarsson fékk kjötbolluflagg. Missir bílinn hérna og lendir inn í vegg. Kjötbollar bílinn. Það er núna að koma sér inn í pit. Og plana sinn dóm og sér situr hann. Já, hann er að fá svart flagg fyrir incident. Hann er komið með 15 incidentpunkta. Hann er að afplána þann dóm. Það þýðir að hann þarf að aka í gegnum pit. Ok, hann náði að hreinsa þetta af sér þrátt fyrir það. Það þykir mér nú sanngjarnt. Þetta er eitthvað sem aðrir sem við erum búin að breyta. Einu sinni þurfti maður að láta laga bílinn, fara svo út úr pitinum og keyra aftur inn í hann til þess að fá drive-thru. Allt í lagi að menn fái drive-thruið sitt gegn. Það eru stopp í viðgerð og getur bara afplána þetta þar. Það er Patrik Magnússon sem á núna besta ring. Breki er alltaf að sína sig hérna, hangir hérna fyrir aftan. Gunnar Karl kominn talsvert á eftir drengjanum. Tveimur og hálfri sekúndu á eftir Gunnlaugi í fyrsta sætinu. Það er rosaleg barátta hérna milli Bjarna Jarls. Þurfum við? Hvar er Arnar? Já, þarna gerist það. Arnar kominn í köku. Í pit með hann. Hann fyrir í viðgerð. Það eru 3 keppendur hérna. Vernharður Rafnas, Stefán Freyr Margrétarsson, nei fyrir ekki 4, Sigurgeir Lúðvíksson og Gunnlaugur Ásgrímsson. Þeir eru allir með 1 atvikastig eins og staðan er. En það er hann Gunnar Karl og Þórhallur Ingi sem eru með 0 atvikastig. Hafa ekki farið einu sinni of langt út fyrir eða snertingu eða neitt. Þau eru þar leiðandi líklegastir núna til þess að fá til sín 1 aukastig báðir. Þeir hreina nakstur í keppni. Já, Bjarni var bara heppinn að fá ekki framhangi í hausinn á sér. Rétt. Hvað gerist hér? Patrik er að gera eitthvað. Hvað gerðist við F1 e-sports-deildina?
Hún eiginlega bara dó út af leikurinn var lélegur sko. Herðu, Gunnlaugur Ásgrímsson keyrir þetta aðeins út af. Það gerir Patrik kleift að stinga sér fram úr eða hvað? Nei! Hvað var þetta? Hvað gerist? Aron Breki kominn upp í annarsæti, Patrikur skýst þarna út af. Einn smá leiðangur. Það kom út að gera hann lélegur leikur þarna frá þeim og hann bara, svo kom út aftur lélegur leikur frá þeim og leikurinn bara, þetta varð að engu sko. Það varð bara að engu því miður. Patrikur, já nei, hann þarna í, til. Þetta var lagannan post. Tímatöflan rétt við. Patrik Magnússon sittur í fyrsta setinu. Gunnlaugur kominn út af. Ég sneri þessu viklu staðan. Patrikur kominn í fyrsta seti og nú spurning hvort að Patrikur sé bara að fara að skella sér í 1.33. Besti tíminn þess núna 34.0. Núna hann komið með hreint loftur í fram á sig. Nær hann að hrista Aron Breka bara burt. Herðu, hér Þórhallur Ingi að stinga sér fram úr. Gulli bara í ruglinu. Gulli gerir enn önnur mistök. Nei! Úr fyrsta sætinu komið niður í 7. sæti. En þetta vandamálið með að vera rallymeistari. Hann sækir í grasið sko, hann sækir í utanvegaraksturinn og það bara að há honum í kvöld. Patrik Magnússon þá kominn upp í fyrsta sætið, kominn upp í 2 sæti frá því að keppnin hófst. Aron Breki í öðru sæti, sama stað og keppnin hófst. Það Gunnar Karl sem að nálgast örlítið, hann kominn í 2,2 sekúndur núna á eftir þeim. Nú spurning, nær Gunnar Karl að sækja eitthvað á þessu strákandi fyrir framann? Nær Aron Breki að stinga sér upp í fyrsta sætið? Vill hann gera það núna? Vill hann gera það seinna? Nær Gunnlaugur Ásgrímsson að stinga sér aftur upp í topp 3. Já, kæra fólk, það nóg að fylgjast með, það nóg að ringjum eftir. Rétt tæpir 30 ringir eftir, 29 stykki, við ætlum að vera nákvæm. Og því að reikna þetta bara í huganum á þér. Hann náði að bjarga afturvagnum, já. Það tókst. Formúlu 1-deildin hefur samt ekki splundrast alveg, hún bara búin að dreifa sér yfir aðrar deildir hérna á Íslandi og til dæmis erum við með dómara úr F1-deildinni, við erum með keppendur úr F1-deildinni, við erum með fólk í chatinu hjá okkur sem er úr F1-deildinni, þannig að það er verið velkomin, gaman að sjá okkur. Að ná að Formúlu-deildin, þó hún sé dáin per se, þá er fólki ennþá sprelllifandi og aktív. Og það málega deilum það, bara hvort þú sé ekki bara komin í betri og skemmtilegri leik. Ekki hérna. Patrikur Magnússon í fyrsta sætinu með Aron Breka fast á hælunum á sér, en hérna rétt fyrir aftan Gunnar Karl og rétt fyrir aftan hann Sigurgeir Lúðvíksson. Þannig að mér allir alveg svaðalega svipaðir. Sko 1.34 alveg niður í 10. sæti. Þá kemur Bjarni Jarl með 1.35 og svo bara 34 á restina. Jökull Einarsson er ennþá inn í pit. Vona að drengurinn sé nú ekki að hætta keppni núna áður en að 50% af henni eru liðið. Þetta verður að keyra allavega 50% af... Hérna eitthvað að gerast! Patrikur Magnússon keyrir út af!
snertir hann að grasið á leiðinu inn í beygina, missir bílinn, svo bara alfarið og út í grasið fer hann. Nær að koma sér aftur inn á og hvað gerist fyrir aftan kemur sér einhver hér í. Gunnar Karl er að sækja hérna á liðsfélaga sinn. Við erum að horfa á endursýningu, kæra fólk. En við viljum ekki missa neinu. Gunnar Karl slæðir af snemma, veit hann þarf að spara bensín. Þetta er ekki tíminn til þess að taka fram úr og hvað þá liðsfélaga sínum. Og hérna rétt fyrir aftan er bara hörku barátta í gangi líka. Það er Gunnlaugur Ásgrímsson nær að stinga sér fram úr Fenrir. Nýst mér á öllu allavega hérna, stingur sér samhliða, er samhliða, heldur sér hér við. Þeir eru ennþá samhliða og ætlar að fara samhliða inn í þetta líka og það fer til fjandans og Gunnlaugur kominn í dekkjavegginn. Nú er nóg að gera hjá dómurum. Þá sjáum við þetta hérna einu sinni enn. Bara blörrast allt akkurat þegar við erum að reyna að horfa. Og upp í loft. Zup! Gat. Fenrir er að pressa eins hart og mögulegt er. Ég væri ekki til að vera dómari hér í dag, Gunnlaugur að koma sér inn í pit. Hann er svo heppinn að eiga splungu nýjan bíl inn á viðgerðarsvæðinu hjá sér. Ég sé töfluna hérna yfir það. Það er Gunnar Karl hins vegar sem er kominn hérna strax í toppbaráttuna aftur. Aron Breki fremstur, Patrik Magnússon í öðru og Gunnar Karl Vignisson í þriðja sæti með Sigurgeir Lúðvíksson beint á eftir sér. Toppbaráttan aftur, grjóthörð. Það breytist lítið. Það vantar hérna hraðviðgerðir. Vantar þær. Ég bæti því inn fyrir ykkur næst, mín kæru. Aron Breki er búinn að mynda sér ágætis bíl. Þokkalega vel hérna fyrir framan. Patrik Magnússon eftir honum. Gunnar Karl fyrir aftan sig. Fyrir Þórhallur. Ekki svo langt fyrir aftan, en þó eru lítið fyrir aftan. Og Fenrir. Komin upp í 7. sæti. Stefán Freyr hérna í 9. sæti. Hægt og rólega er að koma sér áfram. Komin upp 4 sæti frá því keppni hófst. Það er Bjarni Jarl að koma sér inn í pit. Hér er venni í GT Akademían. Við erum niður í GT Akademíu að keyra. Hann er ekki með hermi heima á sér eins og staðan er. Hann er brotnaði í flutningum. Nýr á leiðinni. Hann er bara búinn að æfa í GT Akademíunu. Keyra þaðan. Bjarni Jarl er ennþá stopp, svo ég ætla að giska á að Bjarni Jarl sé að ná sér í bensín. Það er langlíklegast. Já, Viktor, það er rétt hjá þér. Grasið þarna út úr þessari beygju virðist vera mjög aðlaðandi fyrir keppendur og þeir eru að sækja mikið í þetta. Er einhver von á að sjá endurkomu deildarinnar ef að F1.26 sé verið eitthvað? Ég veit það bara ekki. Ég veit allavega ekki frá mér, ég er alveg til að vera með útsendingar fyrir ykkur sko, já, geym í það, ég er alveg til að horfa á góðan kappakstur. En það er ekki að plani hjá okkur endurvekja þessa deild. Það voru einhverjir strákar byrjaðir með einhverja formúludeild aftur.
Eitthvað varðum hann að það er neitt svo leiðis, en það væri allavega bara jákvæmt ef við fengjum að sjá aðra Formúlu 1-deild á Íslandi. Það veit eitthvað. Og hann að slá af snemma. Það allir hinir að gera. Það enginn að reyna að koma sér niður í tímatökutíma sem 33 eitthvað smá, sko. Það bara enginn að reyna þetta. Við missum að framúrakstri hérna. Fenrir á móti Þórhalli. Þórhallur tekur innri línuna. Fenrir bremsar miklu seinna og miklu betur og flýgur gjörsamlega fram úr Þórhalli. Bara rosalegur munur að hann í gegnum beina. Þórhalli bara hlýtur að hafa gert einhver rísa mistök þarna. Síðasti ringurinn hans er 36, hann er sekúndu hægar heldur en Fenrir og besti ringurinn hans er aðeins hraðar heldur en Fenrir. Þannig að þetta er eitthvað óvanalegt fyrir hann Þórhall. Ef ykkur langar að fá ennþá meiri upplýsingar, tímatöflu fyrir framan ykkur og getið farið inn á gta.is/live timing. Ég endurtek, gta.is Fenrir /live timing, gta.is/live timing. Þar getið séð tímatöflu svona svipað og ég er með þetta fyrir fram mig. Held ég. Svona, ekki á live timing. En núna myndu þið sjá það farið inn á það. Servum ég ekki í gangi hérna, býtu. Ekki komið på neitt.
heyrist í mér? Já, það heyrist í mér, gott. Já, Gulli er búinn að fá svart flagg á sig líka. Fenrir kom með svart flagg líka. Þetta er bæði vegna þess að þeir eru konið með 16 incident, þannig að þetta er ekki frá keppnisstjórninni sjálfri. Ég datt þetta aðeins út, ég var að reyna að laga vandamáli við keppnisstjórnina. Nei, vandamáli við overlið. Það eiga að vera að birtast á skjánum hjá ykkur upplýsingar frá keppnisstjórn. En þetta er alltaf bara eins og með tæknina svo oft áður, þetta er búið að virka. Þetta virkaði í fyrradag, þetta virkaði í gær, þetta virkaði í dag þegar ég prófaði þetta áðan. En svo núna, þá virkar þetta ekki. Alveg sama hvað við reynum að fá þetta til að tengjast í serverinn, það bara virkar það ekki. Og af hverju það er, hef ég ekki hugmynd, þannig að við ætlum bara að láta þetta rúlla. Það betur fyrir nú lítið spennandi búið að gerist hérna rétt á meðan að ég er búinn að vera nema þá akkurat núna sem það gerist. Patrik Magnússon gerir árás á Aron Breka. Aron Breki reynir að svara og stingur sér með splitterinn í það. Ég get svo svarað, við sjáum gummi hafa nuddast yfir á splitterinn hjá honum þarna framan. Aron Breki ætlar ekki að gefa þetta eftir og hangir í honum eins og hann getur og reynir að taka á honum innri línuna. Patrikur hins vegar er bara hraðari út og er kominn með fyrsta sætið, læst inn. Og hérna beint fyrir aftan hann sjáum við Gunnar Karl, liðsfélaga Patriks Magnússonar vera að reyna að gera sér líklegan til að tróða sér líka fram úr. Patrikur leiddi keppni, Fenrir Ponsi kom með svart flagg, já það er síðan áðan. Það er incident-punktarnir sem hann fekk. Já, stenst, það stenst og þarna fer hann inn í pit til þess að losa sig við það. Alveg magnað leiðilegt að það skulle ekki virka eitthvað. Ég er búinn að vera í 16 klukkutíma að vinna í því að setja inn þessu upplýsingar frá dómurum. Þetta er búið að virka í 2-3 daga. Og svo bara akkurat þegar að kemur að keppninni sjálfri þá hættir þetta. Þetta virkaði bara fyrir 2 klukkutímum síðan. Það var þetta í fínu lagi. Áhugavert. Herðu, ég er nú samt með einhverja í topp 3. Stefán kominn inn í pit, vantilega bara að ná sér í bensín.
Alexander nær að hirða hann að sæti. Stefán að koma hérna út úr pittinum, talsveit eftir honum og hérna sjáum við Fenrir rétt ná að renna sér fram úr honum. Sjáum við topp 3 sætin. Þeir eru nokkur rólegir bara með Sigurgeir Lúðvíksson 8 sekúndum fyrir aftan sig. En ég get sagt ykkur það, kæra fólk, það getur allt gerst hérna í þessum topp 3 sætum hérna. Ekki það, Sigurgeir gæti líka alveg náð þeim. Það er allt sem getur gerst í þessu, alveg gjörsamlega allt. Liðsfélagarnir hérna með Aron Breka klemdan á milli sín. Aron Breka halda sér stabilum. Gunnar Karl hóf keppni í 4. sæti og hrundi svo niður í 7. og 7. sæti. Aron Breki hérna, ansi lausinn út. Gunnar Karl kom núna upp í 3. sæti. Bara þéttan öruggan kapastur. Bernharður komin inn í pit. Það er hann er búinn að fara oft í pit. Hann er búinn að fara 2 sinnum í pitinn. Einu svona í byrjun keppni. Einu svona ennþá í pittinum og það tikkar ennþá hjá honum tíminn. Það detta í 2000 sekúndur hérna í pittinum. Ásgrímsson komið niður í 12. sæti eftir að hafa fengið þetta svart flagg. Það verður með ómikið af incidentpunktum. Gunnlaugur er núna með 18 incidentpunkta atvikastig eins og þetta heitir nú á góður íslensku. Og það þýðir að hann má bara fá 5 auka atvikastig. Nei, 4 fyrirgefið auka atvikastig og þá þarf hann að fara aftur inn í pit og þjónusta enn aðra svona akstur í gegnum pit-refsingu. Reyna að halda þessu íslensku alveg eins vel og ég get, sko. Það ná mér í eitthvað í bolla minn. Kem eftir augnablik, setjum við það most exciting svo það var nú alveg ekkert úrskeiðis. Hvað var þetta? Hvað er þetta? Þetta er Gunnar Karl. Ég kom bara labbandi inn og sá Gunnar Karl, eða ég sá mold spýtast upp í loftið. Það er eina sem ég sá. Það gerðist að hérna Gunnar Karl fyrir svolítið út af bara. Ekki verri en það. Hákon. Er einhver svipið mistök einhvers staðar. Þessi hér líka. Þetta á enginn með 0 incident punkta lengur.
Það allir komnir með einhver og nokkra. Gunnar Karl kom með 3, Aron Breki með 6, Patrik er með 6. Hákon Jökulsson er með 11 stykki, en sá sem með minnst af incidentpunktum eða atvikastigum er Þórhallur Jóns með 1 atvikastig núna af öllum keppendunum sem er hérna. Og minnst af öllum, svo hann mun hljóta 1 auka stig fyrir það. Baráttan toppsæti, Aron Breki í öðru sæti að verja hérna sæti sitt fyrir honum Gunnar Karl sem er í bullandi sókninni fyrir aftan hann. Gerir Aron Breka erfitt fyrir með að reyna að tróða sig fram úr Patriki Magnúsinni. En Patrikur leiddi nánast alla keppnina hjá okkur fyrstu keppnina. Kepptum á Spa. Þórhallur Ingi að ná sér í auka incidentpunkt. Komur með 1 í viðbót og hann er með 2 incidentpunta núna. 2 atvikastig. Það heitir á góður íslensku. Þú bara reyna að halda þessu alíslensku hérna. Tíu hringir eftir að keppninni. Nú fer að jættast aðeins í mönnum. Það er óbúslega gaman ef við gætum séð bensínmagnið hjá öllum, en það var náttúrulega svolítið skrítið sko. Það væri þá auðvelt að svindla í svona stórum mótum. Baráttan fyrsta sætið grjóthörð. Það er ekkert öruggt í þessu fyrir Patrik Magnússon. Þeir þurfa að spara bein. Það er ekkert öruggt í þessu fyrir einn eða neitt. Spurning hvort þeir ná að halda þessum dampi sem þeir eru á. Þeir eru komnir 13 sekúndum á undan Sigurgeir. Þórhallur. Hvað kom fyrir Þórhall? Þórhallur ekki... Nei, það var Sigurgeir áðan. Já, fyrirgefið. Ég held að ef þeir myndu fara í pit núna þá kæmu þeir út í 7. sæti cirka bort. En sko, við gætum mögulega gert það á ferskum dekkjum og með bara passlega mikið bensín. Þeir eru ekkert að því, ég satt ekki það. Þeir eru akkurat núna að vera að spara bensín allan tíman og ætla sér að ná þessari keppni á einum bensíntang. Og fleiri sem eru búin að taka bensín. Aðeins mismunandi strategíur á þessum strategíur. Hvernig íslensku við það, kæra fólk? Áætlanir, það eru aðeins öðruvísi áætlanir. Getur þið sagt það? Áætlanir? Er þetta áætlanir? Það er verið að kósta, það er verið að sleppa bensíngjöfinni og láta bílinn renna í áttina að beygjanum. Gunnar Karl er inni fyrir aftan, hann er ekkert að reyna að nýta sér það. Hann veit það að ef hann nýtir sér þetta of mikið þá næri hann ekki að nota bensínið fyrir alla keppnina. Það er bara að bíða eftir mistökum. Ja. Gáum við beygina sem eru allir búin að gera mistök. Og hvað gerir Patrik hérna fremst? Hann gerir mistök! Og Aron Breki siglir upp í fyrsta sæti á undan honum. Og hvað gerir Gunnar Karl? Hann kemst ekki fram úr, hengir sig bara fyrir aftan Patrik Magnússon. Það er Aron Breki sem er núna komin upp í fyrsta sæti. Það er eins og ég sagði að það er bara að bíða eftir mistökum hjá hinnum. Það er eiginlega eina leiðin til að taka fram úr á þessari yndislegu braut. Hvort að negla það nefur á körpið, vona að bílinn tapi ekki öllu gripinu. Enda sér út og aftur. Patrikur passa sig að halda sig vel nálagt Aroni Breka. Það er Fenrir Ponsi hérna í 8. sæti sem er að setja hraðasta hringinn hjá okkur núna. Eini maðurinn í keppninni sem er búinn að fara niður í 1:33.9. Hann sé nokkuð þá að spara bensín. Var ekki Fenrir búinn að fara í pit?
Fenrir búinn að fara allavega einu sinni í pit, þannig að Fenrir núna ekki að spara bensín. Hann ekki á þeirri áætlun. Hann á ekki spara bensín áætlunni. Og sjáu þið hérna, Gunnar Karl fær gefins sæti frá liðsfélagi sínum, eða hvað? Jú, hann slær af snemma. Það ekki taka slaginn. Patrik límir sig fyrir aftan hann og Gunnar Karl núna hefur það verkefni að taka burt þessa sekúndu sem í Aron Breka og loka þessu. Loka hann inni, burt með þessa sekúndu og ná Aron aftur. 7 hringir til stefnu. Eða 7 hringir til verksins. Það ekki frábær íslenska bara. Ég að hugsa overleið, ætli það verði ekki bara þannig að leiði ég kveiki á þessu á morgun, þá virkar allt saman. Það er það sem ég ætla að búast við. Á morgun kveiki ég á þessu til að prófa, það virkar allt. Overleiði verður bara í toppstandi. Þess að tengingin frá keppnisstjórnir í GT Akademíu og hingað heim í stúdíó, hún rofin. En hún búin að vera í lagi bara lengi. Það var engum tölvum verið restartað eða neitt gert. Það eina sem búið að gerast við erum búin að bíða eftir að keppni byrji. Það hart barist hérna á toppnum, fyrst, annað og þriðja sæti í grjótharðri baráttu og við getum kíkt á eitthvað hérna, eða hvað, ég ætlum kannski bara að fylgjast með því sem að fara að gerast akkurat núna. Alltaf myndi gerast, gerist ekki. Hendum við upp á skjáinn, fáum stíginn þetta på töflu hjá okkur. Ef að keppninni myndi ljúka svona, eins og hún nú þegar, þá þetta stíginn sem að myndu sittast inn. Patrik Magnússon myndi taka fyrsta. Fyrsta verkið, hann myndi fá 26 ætla ég að segja. Það Aron Breki sem myndi taka fyrsta sæti og myndi þá hoppa upp 9 sæti. Takk fyrir og bless. Takk fyrir og bless. 9 sæti á listanum, en hérna eitthvað að gerast í bakgrunnum og ég næ ekki að reynsa burt listanum. Farðu af, burt með þig. Þarna, brjáluð bara til gangi og ég með eitthvað bull fast upp á skjánum. Aron Breki með 2 liðsfélaga hérna algjörlega ofan í sér. Þið gæti það bara ekki verið mikið næri þessi drengir. Það ekki hægt. Ég held að það sé ekki hægt. Ég byrjaði að svitta allt í einu. Það byrjaði að úðast úr krigunum með gallinum. Pressan að setjast á drengina. Einhver hérna dómurinn á upplýsingatöfluna. Viðvörun án refsingar, bíll 52. Bíll 52 myndi vera Gunnlaugur Ásgrímsson. Dómnefnd tók til skoðunar árekstur á milli bíls 52 og bíls 21 á 15. hring. Og dómnefnd gefur bíl 52, þannig að Gunnlaugur fekk viðvörun fyrir áreksturinn áðan með Fenrir. Sjáuði hérna. Hvað gerir Gunnar? Gerir sér vel sýnilega. Þeir eru bara hérna í gegn. Gunnar Karl virðist vera að stinga sér fram úr. Aron Breki grjótharður, gefur ekkert eftir. Patrik hangir þetta fyrir aftan og bíður bara og sér hvað gerist. Límir sig fyrir aftan liðsfélaga sinn og jafnvel að ýta honum hérna til þess að koma honum fram úr. En Aron Breki með innrýlu. Gunnar fer út af og hvað? Sleppur við vegginn. Gæti ekki hafa verið tæpara samt sem áður, en hann slapp við vegginn.
Aron Breki í öðru sæti með Patrik Magnússon komin upp í fyrsta sæti. Aron Breki hérna limdur fyrir aftan Patrik. En nú gott að fá aðeins meiri kappakstur út úr þessu fyrir okkur sem að heima setjum erum að fylgjast bara með. Hörðu, hérna Benni. Gera sér líklega til þess að stinga sér Bjarna Jarl. Bara þetta hér 10. sætið. Það eru stig alveg upp í 20. sæti hjá keppendum. Það byrjar í 35 stigum. Það er bara formúlustigin pluss 10 á alla og svo bara 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 til að við komum niður. En hérna niður venni sig, stingur sér, nær að halda sig á innri línunni og er með línu hraðar hérna út. Nær að halda þessu, gerir Bjarni Jarl allur tilbaka. Gunnlaugur Ásgrímsson að fá á sig svart flagg fyrir punkta. Atvikastig komin á hann. Gunnlaugur skellir sér inn í pit til þess að afplána sinn dóm. Fenrir raðar inn hérna nokkrum incidentpunktum, skellir sér upp í 22 incident og fær refsingu. Komið með svart flagg. Bara nú að skella sér inn í pit. Bjarni Jarl náði að stinga sér aftur fram úr. Honum hérna Venna. Það endursýningu frá því. Meðan að topparnir eru bara að gera eitthvað rugl. Þeir eru ekkert að gera eitthvað rugl, þeir eru bara langt frá okkur öðrum. Bara Gunnlaugur og Fenrir komin báðir í pit. Það er Benni sem að gera mistök fyrir víkt þarna. Bjarni Jarl er að hirða á honum. Gunnlaugur því miður sem að hóf keppni í 13. Nei, í fyrsta sætinu komin í 13. sæti eftir haug af refsingum og ein mjög dýrkeypt mistök. Það er Patrik Magnússon sem að leiðir þessa keppni núna, búinn að leiða talsvert þessa keppni. Búinn að vera í miklu baráttu við Aron Breka og fleiri en aðalega Aron Breka. Og Gunnar Karl búinn að stinga sér inn í lok keppninar, fyrir seinni hluta keppninar náði hann að stinga sér upp í baráttuna. Svo var gríðarlega hart barist þarna á milli þeirra áðan og Gunnar Karl út úr braut. Það væri rosalega næs ef við fengjum svona pop-up, þetta í skoðun eða ekki í skoðun eða bara, það mun vera næst, í skal. Þetta virkaði svo fínt í gær og í dag og þetta var æðislegt. Þetta var bara æðislegt. Keppnisstjórnin gat gefið refsingar, við fengum að vita hvað var að gerast eða hvort þau væri að skoða málin eða ekki. Þetta var bara mjög flott. Hver hefur fæstu incident pointin? Það myndi vera 4 hérna og 4 hér, 2 hérna. Það er Þórhallur Jóns sem er með lang fæst incident stig. Það er að fara að fá fyrir það 1 aukastig. Gunnar Karl hérna í sókn á Aron Breka. Ernarður og Bjarni halda áfram að berjast og eru á skiptum sæti hérna. Við erum komin á síðustu 2 hringina. Nú fer að skipta sköpum hversu mikið menn hafa sparað bensín. Er Patrikur með nóg til að klára? Er Gunnar Karl með nóg til að komast fram úr Aron Breka? Aron Breki slætaði þarna bara út. Stórglæsilegt. Gunnlaugur ennþá sitjandi í pittinum, slagur bara þar. Hann er búinn að keyra nú 50% af keppninni svo hann getur ekki verið í verra sett en hann er í nú þegar. Hann er eflaust bara búinn að ljúka sinni keppni.
Ég heldum með þér, Gunnlaugur minn. Tekka enn og aftur fram, hann meistari í rally, þannig að ekki vera furðu ykkur á því að hann sé að keyra stundum út af og eitthvað. Þetta bara, hann sækir í þetta. Atvik kominn að það virkar ekki tengingin okkar. Kort og það Fenrir kominn aftur inn í pit. Efnar, það hann að Insa, hann var með kjötbolluflagg líka. Hann Gunnlaugur okkar, rallybílstjórinn, að krassa þetta mjög nýlega. Ástæðan fyrir að hann inn í pit. Herðu, við erum að missa af, ég að klúra þessu. En sem betur við erum með replay, endursýningar af öllu því helsta sem er að gerast hérna. Og ætlum að skipta okkur yfir í Aron Breki. Aron Breki bombar inn í pit! Aron Breki bombar inn í pit á allra síðasta ringnum. Það einn hringur eftir og Aron Breki þarf að fara inn í pit. Sigurgeir Lúðvíksson að stinga sér fram úr honum. Aron Breki kominn niður í 5. sæti, Þórhallur Jónsson líka stinga sér fram úr. Vittu nú við, Aron Breki bara stopp hér, ennþá. Það allir, Aron Breki að falla niður listan, hann með svart flagg. Af hverju Aron Breki með svart flagg? Hann hafi fengið svart flagg áðan út af keppninni. Spurning, ég veit það ekki. Þetta lokahringurinn, Patrik Magnússon að leiða þetta. Gunnar Karl Vignisson í öðru sæti. Patrik Magnússon, sagði það ekki alveg örugglega? Ég ætlaði að segja það allavega, ef ég sagði eitthvað vitlaust, úps. Sigurgeir Lúðvíksson kominn upp í 3. sætið. Aron Breki í 8. sæti núna. Það fengi á sig einhverja refsingu. Aron Breki númer 32, ég sé ekkert hér í upplýsingatöflunni sem að gefa til kynna hann sem kom með refsing á sig frá dómnefnd. 8 incident punkta, þannig að þetta ekki tengt því. Það hlýtur að vera eitthvað refsing sem við hefðum viljað fá birt hérna upp á skjáinn. Flaggið fór ekki af. YouTube streymið dautt. Hvenær dó þetta YouTube streymi? Þetta búið að vera dautt allan tíman, eða? Nei, það væri í gangi á, það getur ekki verið. Hvenær dó YouTubeið? Þetta er agalegt. Jæja, keppnin lokið. Þetta er hrikaleg tímasetning öllu saman. En það er Patrik Magnússon sem tekur sigurinn í þessari keppni. Klárar keppnina sína hérna í 1. sæti. Í öðru sæti Gunnar Karl Vignisson. 3. sæti tekur Sigurgeir Lúðvíksson. 4. sæti tekur Þórhallur Jóns. 5. Hákon Jökulsson. Og í 6. sætinu Alexander Hauksson. Stefán Freyr í 7. sæti. 8. sæti setur Aron Breki eftir alveg ríkalegan síðasta ring. Ekki alveg komið á reynd ennþá af hverju hann fór inn í pit. En mér sýnist einhvers konar uppfærsla að vera að eigast í stað þar. Víst við hann hafi fengið refsingu þarna frá keppnisstjórn. Þykir það ansi líklegt.
Aron Breki var að spæna í pittinum. Það er ástæðan fyrir að Aron Breki fékk beating in the pitlin. Þannig að hann Það er rosalegt. Hvenær fór hann inn í pit? Áður en að þetta gerist. Fór hann bara inn í pit og fekk incident þar? Það er rosalegt. Allavega þetta er niðurstöðurnar í dag. Hér eru restir af keppendunum okkar. Við skulum fá upp stíginn. Þarna koma þau upp. Það er Patrekur Magnússon sem leiðir þessa mótaröð hjá okkur Íslandsmeistaramóti í hermikappakstri 2026. Herra fólk, þetta er allt saman í boði Gitsakademíunnar og Kvartmílu klúbbsins. Gunnar Karl Vignisson sem situr í öðru sæti, Sigurgeir Lúðvíksson þar í þriðja, Þórhallur Jóns í fjórða sæti. Munar ekki miklu á milli manna en þetta, eins og ég segi, mikla breytingar sem gefur átt sér stað þegar að í næstu 3 keppnum sem eftir eru, nei, fyrirgefðu, 4 keppnum sem eftir eru. Hákon Jökulsson er þarna rétt eftir Alexander Hauksson er með 38 stig og Hákon er með 36 stig. Átti slæma fyrstu keppni, árekstur sem að lenti þar en þetta gengur betra aðeins núna. Endar hérna í 5. seti þessari keppni. Svo er Fenrir Ponsi sem er með 32 stig í 7. seti, Stefán Freyr Margrétarsson í 8. seti, Aron Breki í 9. seti. Svo er Gunnlaugur með jafnmörg stig sem situr hérna í 10. seti. Þessi tveir. Ef við getum gert betur, við vitum það. Rangur toggultaki, Aron minn. Það er þessi taki sem það heit á. Það er Arnar Kristjánsson með 11 í 11. sæti með 21 stig. Bjarni Jarl með 21 stig líka. Vernharður Rafnars með 19 stig. Jökull Einarsson með 13 stig. Og Viktor Þórðarsson með 12 stig. Aukastigin í þessari keppni fóru þá til Þórhalls Inga Jónsson. Hann er með 2 atvikastig. Og það er 1 aukastig fyrir það að vera hreinlátasti bílstjóri keppninnar. Þá er þetta búið. Við sjáumst aftur hérna í janúar, það er svolítið í næstu keppni. En hlakka til að sjá ykkur þá. Hvaða brautir eru að fara að keppa á? Spyr einhver, ég heyrði ykkur segja það. Við ætlum að fara á Fuji. 15. janúar, kæra fólk. Fuji er stórfengleg braut. Talsvert auðveldara að fara fram úr þar og einnig er mjög auðvelt að klúðra beygjum eins og í þessari braut. Þannig ég býst við mjög sterkum kappakstri þar og svo er það 12. febrúar sem við förum í Long Beach sem er svona þröng braut með veggjum út allt. Svo að það verði ekki ónýtir bílar í þeirri keppni þá veit ég ekki hvað, sko. Takk til að sjá ykkur þá. Það er 15. janúar, kæra fólki, óska ykkur gleðilegri jóla og kannski höldum við eitthvað jólamót eða eitthvað, við veit það ekki. Sjáum til, allavega þangað til næst. Það er stórfenglegt, veriði bless.